Nýbakað góðgæti. Netto. Komið sæl og verið velkomin með okkur í sjónvarp Víkurfrétta, vikulegan sjónvarpsþátt frá Suðurnesjum. Við hefjum þáttinn í skemmtilegri og fjölmennri gönguferð undir leiðsögn Rannveigar Garðarsdóttur, leiðsögumanns, en síðan förum við í skemmtilega uppskeruhátíð hjá íþróttafélaginu Nesi. Oftar er ekki að leita langt út fyrir Reykjanesbrautina til þess að finna stórbrotna og fallega náttúru hér á Reykjanesskánum. Við skelltum okkur í hressilega gönguferð með Rannveigu Garðarsdóttur, en hún hefur staðið fyrir Reykjanesgönguferðum síðastliðin 7 ár. Rúmlega 130 göngugarpar á öllum aldri lögðu af stað frá Straumi við Straumsvík. Ferðinni var heitið að Hvassahrauni við Kúagerði, en sú leið tæplega 9 kílómetra löng. Gengið var meðfram ströndinni í einstakri veðurblíðu, en náttúran skartaði sínu fegursta í kvöldgöngunni. Fyrir augu bar lögbýli, hjáleigur og gamlar tóftir, en á 19. öld var þannig byggð sem nefnd var Hraunið. Leiðsögumaðurinn Rannveig duglega að lauma fróðleiksmólum að göngufólki, enda þekkjur hún orðið nánast hverja þúfu á Reykjanesinu. Rannveig, hvernig kom þetta til að þú fórst að ganga hérna Reykjanesið á sínum tíma? Það eiginlega bara kom til að því að ég var búin að vera sjálf að ganga svona hér og þar all land og hafði gaman á svona gönguferðum. Og svo var það bara einhver tíma sem ég hugsaði með mér, ég hlýt að geta gengið hérna einhvers staðar, þarf ekki að fara svona langt í burtu til þess að fara í gönguferðir og labbaði bara heima frá mér og labbaði hérna eitthvað út á Skaga og hugsaði bara, já, hér bara alveg fullt af fallegum hlutum og ákvað þá í framhaldi af því að fara og labba Reykjanesskagann með ströndin alveg frá Straumsvík út í Grindavík á einu sumri og hugsaði með mér til þess að ég geti nú bara gert þetta, þá ætla ég bara að labba ég bara alltaf einu sinni í viku á sama tímanum og þá bara get ég kannski klárað þetta einu sumri. Svo ég gerði þetta og við byrjuðum nokkri vinirnir og löbbuðum saman og svo eftir sumarið að þá vorum við nú bara ýmsu fróðari svæðið, búin að vera að lesa okkur til og uppgöta bara hvað þetta var mikið að sjá, mikið saga og bara ofboðslega spennandi svæði. Og svo eftir sumarið þá var nú hópurinn orðinn allstór, svo að það var bara ákveðið að halda áfram næsta sumar og svona liðu bara árin og svo var það fyrir 7 árum að þá var ég nú búin að fara í leiðsögunám svona til þess að gera þetta og geta gert þetta ennþá meira og betur. Og þá komu inn í þetta Bláa lónið, HS Orka og HS Veitur sem að styrkja mig til þess að geta gert þetta verkefni. Og þetta bara orðið alveg rosalega skemmtilegt því að þarna eru samstarfsaðilar, þarna erum við með hópferðir Sævas sem að keyra fyrir mig hópana og svo erum við í samstarfi við Víkurfréttir og Björgunarsveitin Suðurnes sem að sendir félaga í allar gönguferðirnar og það hjálpa mér alveg gríðarlega mikið að svona halda utan hópana, þess að þetta eru stórir og miklir hópar og 66 Norður líka kemur að þessu. Þannig að þetta bara virkilega orðið skemmtilegt og þetta að hóparnir að verða stærri og stærri og mjög skemmtilegt. Förum alltaf einu sinni í viku og bara mjög gaman. Hvernig svona, aðsóknin í ferðinar, hefur hún verið stigvaxandi? Já, ég myndi halda það. Mér finnst það. Þetta hafi verið svona 10, ég hef verið að fara þessa svona 10 miðvikudaga við sumarið og þetta hafi verið að meðaltali svona rúmlega 600 mann sem að labba með mér á hverju sumri. 80-90% heimamenn sem ég líka ofsalega ánægilegt af því að við Suðurnesjum erum þá svolítið að uppgöta svæðið okkar og fatta að við getum labba hér og hér er svo margt að sjá og fallegt. Og já, þetta er svona, mér finnst þetta alltaf vera að vaxa og vera meira og meira. Hvernig finnst þið viðbrögð fólksins vera við svæðinu? Veit fólk almennt mikið Reykjanesið, þá heimamenn? Já, það er alla við hana. Það eru margir sem koma með mér og eru búin að fara að þetta og labba hérna mikið og ég læri hellinga þeim og við erum að miðla saman og svona fólk sem hefur mikinn áhuga á svæðinu.
Og svo eru líka fólk sem að koma og hefur ekki aldrei komið á þessa staði þrátt fyrir þessi kannski orðið, fullorðið fólk. Þannig að þetta allavegana og það mér finnst svolítið gaman að líka oft með utanbæjarfólki, það veit jável ennþá minna eða sem sagt utanbæjarfólki á höfuðborgarsvæðinu eða annars staðar á landinu og þau verður svo hissa bara er þetta hér? Opaslega fallegt hér, ekki datt mér þetta í hug þetta væri svona. Þannig að leynast hérna ýmsar perlur kannski sem að fólk veit ekki að? Já, fullt af þeim, alveg fullt af þeim, opaslega mikið og fjölbreytilegt landslag. Og það er svo oft sem að maður heyrir, eða þú veist mörgu sem finnst sem að lítið vita skagan, það sé bara hraun og ekkert annað hraun. En það einmitt líka svo magnað við skagan, það þetta hraun. Það eru stígar innan þessi svæði og maður gaman að velta fyrir sig hvaðan kom þetta hraun, hvað var hérna fyrir áður en að þetta hraun rann. Af því að þessi hraun sem eru hérna yfir skaganum, þetta bara nýtt. Jarðfræðilega þetta bara gerist þetta áðan sko. Þannig að þetta rosalega gaman og svo líka sko að labba hérna á skaganum að þá sko, það allt svo lifandi. Það hérna sko jarðskjálfta daglegu viðburður. Á hverjum einasta degi jarðskjálftar hérna, bara mismunandi miklir. Þannig að ef þú ert að labba út úr hrauni, þú finnur titringin undir fótunum. Þetta bara magnað. Hvernig eru gönguferðina sjálfar? Það eru mislangar og erfiðar en þetta fyrir alla aldurshópa og svona? Já, ég myndi segja það. Ég reyna að hafa þetta þannig. Ég merki sko gönguferðina þannig að þetta svona frá 1 stjörnu upp í 4 og 1 stjörnu gönguferðinar eru alveg bara fyrir unga sem aldna. Og svo eru hina kannski eitthvað aðeins lengri og erfiðari og 4 stjörnu, það svona 1 4 stjörnu ganga á sumri. Þá reyni ég að fara svona svolítið langa og göngu í fjallgöngu. Eins og í ár þá ætlum við að fara upp á Fagradalsfjallið sem svona hæstu punkturinn hérna megin á skaganum, rúmi 400 metrar. Og þannig að já, þetta fyrir, ég reyna þetta sé höfði til sem flestra. Getur komið fjölskyldufólk, fullorðið fólk og bara allir í sami hvernig formi. Einhver sérstök gönguleið sem uppáhaldi hjá þér? Já, sko mér finnst sko Skógfellavegurinn sem liggur frá Vogum og út í Grindavík finnst mér alveg óskaplega fallegur og óbærslega gaman að labba hann og hann vel varðaður og merktur og maður sér í hrauninu bara marka í grjótið eftir fólk sem búið að ganga í gegnum aldirnar. Þetta eitthvað svo gaman upplifun að ganga þessa leið og svo finnst mér líka svæðið í kringum Reykjanesvitann óbærslega fallegt og það svo margt að sjá þar og mikil saga, jarðfræðar, mjög skemmtilegt svæði. Og hvað, það allir miðvikudagar yfir sumarið sem að fólk velkomið að mæta og bætast í hópinn? Já, þetta bara alltaf, alla miðvikudaga. Þá leggjum við af stað frá Vesturbraut 12 í Reykjanesbæ og verður tekið rútu þá kostar 1000 krónur, það rútufargjaldið. Og síðan fyrir og tökum alltaf svona 3 klukkutíma í þetta. Ég reyna að vera komin heim svona fyrir 11 kvöldin. Það svona markmiðið. Líf og fjör í gönguferðunum? Eitthvað gert svona til skemmtunar og þú ert væntanlega með einhverja sögustund og svona á leiðinni? Já. Það svona, ég sko einræðisherran í gönguferðunum sko. Þannig að það verður allir bara, ég nota flautina óspart til þess að stjórna hópunum og svona og svo segi ég þeim alltaf á leiðinni eitthvað fróðleik og eitthvað skemmtilegt og í nestistímanum alltaf sögustund. Þannig að þetta bara verið mjög alltaf mynda svona góður og skemmtilegu kjarni á hverju ári og sem að gengur með mér allt sumarið og þetta voðalega skemmtilegt, mjög gaman. Guðmundur, hérna mikið skemmtilegt í gangi. Hvað að gerast hér? Það íþróttafélagið Nes, íþróttafélag fatlaðra á Suðurnesjum. Það hérna með loka hóf. Þetta álögu viðburður hjá okkur. Þetta svona, við erum að loka árinu.
Það svona frá ágúst og fram í júní alltaf hjá okkur. Svo förum við svona sumarfrí. En það sem að gerast núna, það þetta og við erum svona slútt að þessu, veita verðlaun og viðurkenningar og það Nes íþróttafélagi, þetta er vaxandi félag og það eru iðkendur frá öllu Suðurnesjum sem eru hérna hjá okkur. Æfum að jafnaði 4 greinar og gengur rosalega vel. Við erum hátt í 100 iðkendur sem eru hjá félaginu og þau með að iðka þær greina sem þau vilja, hvað sem að þessu. Og þannig að þetta bara virkilega spennandi. Ykkur sem að iðka fleiri en eina grein? Já, mjög margir sem gera það og þeim gefst alveg kostur að gera það. Þannig og margir nýta sér einmitt það. Svo og gott svona þegar þið finna bara svona sína greini, geta prófað allt og svo svona margir sem að einmitt finna sig í einni, tveim kannski greinum og iðka það meira jafnaði en svona kíkja líka á hitt og þannig og það bara besta mál. Hversu mikið gildi hefur svona hátíð fyrir hópinn? Þetta alveg rosalega gaman, en þess að segja að þarna fáið viðurkenningu. Það ekki því miður, getum við ekki veitt öllu verðlaunum en það samt, sigurinn að vera með og þannig að það eru allir sigurðir hérna þó að það eru svona einn og einn sem tekin úr og veitt svona einstaka verðlaun en það eru allir jafnir og allir standi sér ótrúlega vel og hérna einfaldlega á sínum verðleikum þannig að það bara mjög duglegir iðkendur hérna hjá okkur. Og þú ert með fína hatt, hattaþema hjá okkur? Það hattaþema einmitt núna í dag og eins og sést og allir að koma, það veitt verðlaun eftir fyrir frumlegast og fallegasta hattinn. Og starfsemni ykkar svona yfir ári, hvað hafið verið að gera yfir ári annað en að keppa í íþróttum? Nú það eru alltaf æfingar, svona hver grein svona eins og tvisvar í viku og það tekið þátt í mótum í Reykjavík og við fórum erlendis líka að taka þátt. Fórum núna í febrúar og þá fórum við til Malmö, Svíþjóð, tókum þátt í Sundi og Boccia, stór hópur sem fór þangað og iðkendur og það mikið af mótum, Íslandsleikar, bæði Íslandsleikar Special Olympics og Íslandsleikar íþróttasambands fatlaðra og þannig að það alltaf að hafa nóg með vera. Og við hvetjum alla sem að sem að passa bara inn í þetta félag að endilega kíkja á okkur. Byrjum aftur í ágúst, komum við sumarfrí núna, en endilega bara kíkja á ágúst. Það að fara á heimasíðuna hjá okkur, nessport123.is og endilega bara kíkja að kynna sér starfsemina og þetta bara ákaflega flottur félagskapur, duglegir krakkar og endilega bara hvetjum flesta til að kynna sér þetta. Komið þið sæl aftur. Í seinni helmingi þáttarins þurfum við svo sannarlega að spenna beltin. Það verður smá adrenalín kick því við erum að fara í rall. 3, 2, 1, start. Það ræðist 50, í hægri 5 og 50 í vinstri 4. Vinstri 4 svolítið gróf, hægri 4 löng, í vinstri 3 ekki skera. Hægri 4 löng, vinstri 3 ekki skera. Hægri 2 niður hérna. 8-10. Í hægri 4. Í hægri 4, jump varð hérna í kviltinni. Já, hérna til kviltin. Hægri í vinstri 3. 50 í hægri 3. Held að flækja sér hún eins? Já. Var það ekki eftir lagi? Jó, greinlega þarf að passa með að rífa hann betur niður. Já, en segja mér, hvernig standa svona akstursíþróttamál á Suðurnesjum? Mikil gróska í þessu? Já, það hefur alveg verið það og má vera reyndar meiri. En svæðið og annað ekki alveg til staðar fyrir okkur hérna fyrir sunnan. Þurfum að sækja þetta til Hafnarfjarðar, þar þeir með svæði. Þannig að það eitthvað sem við erum að vinna í og þurfum að bæta. Hvernig eru aðstæður? Það voru kannski fleiri malavegir. Hvernig þetta núna hérna á Suðurnesjum, þar sem þið getið stundað rallið þá? Það verið að malbika svolítið mikið. Það okkur vantar fleiri leiðir. Okkar helsta leið er Djúpavatni. Og erum við þar bara að ralla fram og tilbaka og eins erum við að taka leiðir hérna, svona stuttar leiðir, malaleiðir. En það vantar náttúrulega meira malavegum í þetta. 20 í vinstri 3.
Bremsuleysið. Það? Já. 70, hægri, í vinstri 2. Alveg? Já. Og vinstri, í hægri 3. Hægri 3. Og vinstri 2, tvisvar. Vinstri 2, tvisvar hérna. Og hægri 3. Niður. Í hægri 2. Það enga bremsur. Það bara að detta niður í gólf, það bara hægjur sko. Ok. Vinstri 2. Í hægri 2. Það alls sem að þið eru að fara í núna, takið þátt í núna, einhverja leiðir hérna á Nikkelsvæðinu og svo hafnarleiðin vinsalega það ekki hérna í Keflavíkurhöfn? Jó, við byrjum hérna á Nikkelum, það svona stutt bara leið svona til að hrista hrollunum mönnum. Svo förum við niður á Keflavíkurhöfn og tökum þar 2 leiðir. Og þaðan förum við út á Stapa sem við rölluðum hérna áður. Þrælskemmtilega leið. Og svo ný leið sem við byrjuðum núna fyrir nokkrum árum, Stapafell Ökugerði köllum hann. Og tökum við Ökugerði hérna sem í smíði við Reykjanesbrautina, tökum Malaveginn þar og malbyggið út í Stapafell. Þrælskemmtilega og hröð leið. Henning, þið hafa verið sigursælir, eru Suðurnesjamenn svolítið góðir í sportinu? Já, við teljum okkur vera það. Við erum náttúrulega ríkjandi meistarar og ætlum okkur að reyna að verja titilinn. Hvernig tímabilið í þessu? Er það að byrja bara núna tímabilið? Það er 1 keppni búinn, þetta er keppni nr. 2 og í heildina þetta 5 keppnir og þar af 1 alþjóðleg 3 daga keppni sem fer fram í ágúst. Þetta félag sem þið eru með hérna, það eru þið rallarannir, hverjir eru fleiri í þessu félagi? Það er nú eiginlega öll gróskan, undir okkar merkjum keppa held ég í flestum öllum greinum og þetta er nokkuð öflugt félag á landsvísu. Þetta séu 140 félagar í því og vorum að fjárfesta okkur í nýju húsi og þannig að það er leiðin uppáðið þar. Hvað er þið? Rallycross, torfæra, hvað erum við að tala um? Já, við erum með rallycross, torfæra, rall, kvartmíla, ég held að sé go-kart, þannig að við eigum á flestu stöðum. Hvernig hægið þið undirbúningi fyrir svona keppni? Undirbúningurinn fer náttúrulega, byrjum á því að yfirfara allan bílinn og fara yfir og það er skipt þetta er svona ótrúlegt að með það þú keyrir 100 km í rally og þá skiptur stýrisenda og spindikúlur og þú endurnýjar þessa slitfleti út af því að þeir verða fyrir miklu álagi og svo förum við saman og skoðum leiðirnar sem á að keyra, gerum okkar leiðanótur og yfirförum þær í 2 eða 3 gang og svo er loka dagurinn eins og í dag og nú hefur verið að setja varahluti í sendibíl sem fylgir okkur og strákar sem fylgja okkur eftir, 2-4 menn sem elda okkur og sjáum allt sér í lagi. Það er heilmikið batteri í kringum þetta en hvað gerir aðstóðar ökumaður? Hann þarf væntanlega að vera vel undirbúinn. Já, eins og Henning talaði við náttúrulega förum og skoðum leiðir og við skrifum það niður og svo sest ég niður og útbý nóturnar og í mínu formi sem ég get lesið í hann sem hann fer eftir algjörlega. Þannig að þetta er auðvitað talsverður undirbúningur. Svo tölum við aðeins kannski fjárhagslegu hliðina. Menn eru að gera þetta svona hobby, einhverjir sponsorar og svona en þetta fer peningur í þetta væntanlega? Já, það gerir það óneitanlega og það koma nokkur góð fyrirtæki að þessu með okkur. Þannig að það léttir okkur róðurinn mjög mikið en auðvitað náttúrulega kostar þetta, það segir sig sjálft. Eru áhorfendur að mæta á svona keppni eins og við sjáum núna eða leiðin er hérna Nikkelsvæði og höfninni? Já, það hefur verið svolítið mjög mikill áhuga allan á höfninni og þetta er eiginlega svona liggur við einstæmi að í allan þennan ára fjölda það hefur fengist leyfi til þess að keyra innanbæjar á höfni inn í miðju bæjarfélagi og það er svolítið spes svona og þetta er svona nokkri aðri klúbbar reynt þetta og þetta eru konir svolítið að vega með þetta fyrir norðan á Sauðárkróki en fyrirmyndin og upphafið er hér og þetta er vinsælt að horfa á þetta. Getur þú lýst aðeins bílnum svona í stuttu máli? Já, þetta er Subaru bíl, sennilega 2001 árgerð en svona heilda kílómetrafjöldinu kannski ekki mikill en kannski við erfiðust aðstæður. Hann er smíðaður upprunalega af fyrirtæki sem heitir ProDrive í Bretlandi, gerir ekkert annað en að smíða kappakstursbíla og rallybíla. Svo keyptum við þennan bíl fyrir rúma ári og þá var hann í miklu lamasessi og við erum búin að eyða síðasta vetri og þessum vetri að byggja hann upp. Enduðum í vetur á því að kaupa okkur nýja mótor og ætlum að fara hraðar.
Þetta væntanlega mun léttari bíll heldur en vanalega og kraftmeiri. Hvað að tala svona í tölum? Hann náttúrulega ekki mikið léttari. Það sem búið að styrkja á móti, það veltibúr og annað sem þó svo við séum búin að fjarlægja innréttingar og svoleiðis, sko, þá styrkingar í bílum, hann svipað þungur. En ætli hann sé ekki einhvers staðar 250 til 300 hestafl, svona eftir hvaða uppsetning í mótor. Við erum takmarkaðir enda við 300, við megum ekki fara yfir. Það bara regluverkið. Og eru þið sjálfur að breyta þessu öllu, fyrkt í bílnum endalaust eins og talan? Já, þetta veltur náttúrulega herðunum okkar og þetta náttúrulega bara áhugamanna sport og bæði við og strákarnir sem eru með okkur. 2 svona aðalega sem eru búin að fylgja okkur mjög grimmt eftir og þetta hefst ekkert með góðri samvinnu. Herra strákar, margir veltaði kannski fyrir sér að þetta sé bara sita á aftur endanum en þetta tekur væntanlega á líkamlega. Já, það gerir það alveg klárlega og við lærðum það bara reynslunni fyrra að hér þarf að vera í formi og það eitt af því sem við höfum bara bætt okkur líka í vetur fyrir sjálfan okkur. Það að við fórum að hreyfa okkur í lífstíl og það skila sér. Það ekki bara menn svitni í gallanum og svona, þetta tekur væntanlega eitthvað á skrokkin, svona allt þetta, hvað maður að segja, þessi högg. Já, þetta tekur á og þetta bara líka kannski blandast inn í þetta stress og álag og það náttúrulega borðið í þessu sennilega 30 gráðu hiti þegar við erum að keyra, það hitir á vélinni og annað og þetta þarf bara að vera, maður þarf að vera í lagi líka. Hvernig svona undirbúið ykkur á keppnisdegi, það eitthvað? Andlega hliðin, eitthvað tekið fyrir? Nei, það bara mætt í vinnu morgun og svo bara komum við vinnu og þá tekur þetta við. Það einhvern veginn ekkert öðruvísi, venjulegur dagur. Kannski reynt að stilla af stressið og svona aðeins að stilla af hugafarið, það kannski rétt fyrir alla, þá reynir maður aðeins að spila sér niður og vera yfirvegaður. Og þið ætlið að halda titlinum ekki sem? Við stefnum að því, við byrjum alltaf fyrstu keppni að falla úr leik út af einni lítilli hosu en við vonum bara að fall sér fara heill og þetta komum bara inn núna og heimavelli. Hvernig var þetta? Þetta var geðveikt gaman. Bara stutt náttúrulega? Já, þetta var geðveikt. Við þökkum fyrir áhorfið og minnum á vef Víkurfrétta www.vf.is. Takk fyrir og verið þið sæl.
Sushi, alltaf ferskt. Nettó. Ert þú að fara til útlanda? Bílahotel.is geymir bílinn fyrir þig. Við sinnum viðhaldi og viðgerðum á meðan þú ert erlendis. Bílahotel.is